Er að koma? Er að koma aftur? Góðan daginn, það er búið að vera ótrúlega langt síðan að ég tók upp og er að henda inn á YouTube. Nú ætla ég að fara aðeins að spýta í lófana. Búið að vera ótrúlega mikið sem er búið að gerast núna undanfarna daga. Ég er búin að vera á Grundarfirði seinustu daga, seinustu vikur, 2 vikur og er akkurat að fara aftur þangað núna á miðvikudaginn. Já, svo verði ég þar með útvarpsþátt í 2 daga, 5. og 1. dag. Og þess að Grundarfjarðardagar eru að byrja núna, eru þannig sem byrjaðir en aðalpartíi verður núna helgina. Ekki allt í lagi, Baltasar, út svolítið djarfur. Já, það sem er að gerast núna er að við erum að fara með Baltasar núna í þennan leikskóla sem við erum hérna núna og venja hann við garðinn. Þetta er þessi leikskóla sem hann er að fara í núna 14. ágúst, stutt í það. En þetta er þessi gamli leikskólinn sem ég var í þegar ég var yngri, ef það er mikið rók byggðist ég afsökunar á því. En já, þetta er gamli leikskólinn sem ég var í þegar ég var lítill. Ég var á hans aldri. Og svona meðan við hvað hann er duglegur að hlaupum og skoða og eitthvað, þá held ég að þetta verði bara þrusu fínt. Ótrúlega gaman samt, það er eiginlega nákvæmlega sömu tæki. Hérna held ég, það var hérna uppi, hérna var kastali. Ég man eftir honum út af því að það var svona krakkarnir sem stjórnu, elstu krakkarnir, þeir eiginlega áttu kastalan og maður var alltaf að reyna að brjótast og reyna að komast í kastalan. Það var svona sportið. Ég man ekki alveg hvort að þetta leiktæki hérna hafi verið, en það var eitthvað mjög svipað. En kofinn hérna, þessi kofi hérna, það er bara nákvæmlega sami kofi og það var massíft sport hjá mér að reyna að klifra upp á hann og vera efst uppi og svo þetta hrundi maður hérna niður og meiddi sig og ég og besti félagi minn þá, hann er því miður ekki lengur með okkur en við áttum það til að strjúka mjög oft hérna og við strjúkum alltaf annarkvort heim til hans eða heim til mín og já, það tók alveg nokkra tíma, smá stund fyrir þau að fatta að við varum farnir, en það er bara þannig. Það er að renna þér? Það er að renna? Halló! 1, 2. Voru að renna? Já, 1, 2 og... Já! Já. En hérna, ótrúlega skrítið að litla barnið hjá manni er að fara í leikskóla. Þetta er svona, þetta er skrítið. Mér finnst þetta skrítið, ég verð að viðurkenna. Svo sér maður líka sko, þegar hann er kominn í leikskóla þá býst ég alveg við því að maður sjái, skilurðu, hann á eftir að tala meira og skilja meira og svona þroskast pínlítið. En það er ótrúlega gaman að fylgjast með honum. Já, undanfarna daga er búið að vera svolítið skrítið að gerast. Vinnan sem ég hef búin að vera að vinna í 9 ári, ég er hættur þar og er bara að njóta þess núna að vera með konunni og vera í fríi, liggur ekkert á og ég held að þetta sé eiginlega bara besta það sem hefur komið fyrir mig. Ekki allt í lagi? Og þetta er geðveikt, það er ótrúlega gott að breyta til, ótrúlega gott að skipta umhverfi og nú er ég bara svona að leggja línu undan hvað mig langar að gera. En bara, ég er ótrúlega að knúsa tréð. Ertu sætastur? Já. Vá. Ég er búin að vera svolítið virkur undanfarna dag á Snapchatinu. Ég eiginlega bara mæli með því að ef ég upplóta ekki hér þá hef ég verið upplöður á Snapinu. Þannig að endilega addaði mér á Snapchat líka. Já, það er bara, annars er bara lífið awesome. Gengur allt ótrúlega vel, litli strákurinn spraggast ótrúlega vel.
Konan er fullkomin eins og alltaf. Ég er bara svona þokkalegur. Já, það halda vorum að leika við strákinn. Aftur. Hver man ekki eftir vídeoblogginu þegar Baltasar braust inn í leikskóla. Það var leikskólinn sem var hliðin á okkur. Og hann labbaði að hurð, það er hurð þarna inni. Hann labbaði að hurðinu og tók í hana. Mér sýndist hún vera opin. Ég mitt hugsaði það típist. Hann kemst þarna inn. Baltasar, ég var að koma. Já, ég myndi hugsaði að típist að hurðin er ólæst, hann fer inn og þjófarnar keyrðu aftur fyrir í gang og við þurfum að bíða eftir þeim í Securitas að koma. Þá er hann á tveir leikskólar, innbroti, 2 ára gamall, byrjar ungur. En ég fekk svona flashback að þeim tíma þegar hann var að brjótast þarna inn, en já, mér langar bara að deila þessu með ykkur. Þá erum við komin heim, við erum að búa til lasagna og Anita er að búa til þessi frægu hvítlauksbrauð. Þau eru ógeðslega góð. Varstu ekki með eitthvað að leita í snappinu? Nei, blogginu. Ég set hérna fyrir neðan slóðina, þá getið ég séð uppskriftina á þessu hérna og þetta er stúpid simpul að búa þetta til en þetta er hrikalega gott. Baltasar er pínlítið mikið svangur og Ronja er alltaf tilbúin að vera eitthvað þar sem við erum með nálægt mat. Þannig að ég ætla bara að halda áfram að búa til mat og sé eitthvað smá. Þegar það kom nýr dagur, ég og Anita, við bara lögðumst upp í rúm, steinsofnuðum eftir að við settum þennan í lullið. Ok, við sofnuðum ekki, við horfðum á Orphan Black sem er á Netflix, sem er geggjaðslega góð þættir. Mælum með því að fara á Netflix, ef þið eru með Netflix, tjekkja á Orphan Black, hrikalega góð þættir. Ég er svolítið kvefaður, ég ætla að enda þetta í dag, bara taka aðeinslega fyrir árið, afsakið ef þetta er stutt, bara mundið þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, njótu lífsins, takk, bye.